boðskapur okkar trúar. Það ekki boðskapur sem að neitt verðskuldar eða the message of our gospel is not something that any one of us we don't earn it. Að því að það verðskulda enginn hér inni að Jesús myndi fara á krossin fyrir okkur. And it wasn't ours deserved, that's the word. Eins og Kólósar ég var að fletta upp í orðabókinni. Nobody deserved Jesus on the cross. Eins og Páll segir líka í Kólósarbréfinu 2:14 hann nældi skuldabréf sem þjakaði okkur með ákvörðun sína og tók það og nældi á krossin. Colossians 2 it talks about that he nailed all our debts on the cross. Og þess vegna köllum við þetta náðarboðskap. That's why we call it a message of grace. Og það boðskapur sem allir í heiminum þarf að heyra. It's a message that everyone needs to hear. Og þetta boðskapur sem þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir. It's a message that's worth living and dying. Og það hafa margir komið hérna og reynda að lifa einu fullkomna lífi, enginn geta það. Jesús gerði það. Many have tried to live the perfect life. Nobody has been able to do it, but Jesus did it. Og þess vegna þegar við tökum á Jesú Kristi að fá hlutdeild með honum í réttlætinu hans. So when we receive Jesus Christ, we also receive His righteousness. Þetta síðara Kórinthbréf 5:21. 2 Corinthians 5:21. En ég ætla bara að lesa fyrir ykkur stuttastund hérna boðskap sem okkar trúar. I just want to read a short message that is the message of our faith. Þetta Efesusbréfið 2:8-10. Ephesians 2:8-10. Þetta voru versin sem umbreyttu bara mínu trúarlífi. These verses just completely changed my walk of faith. Og við verðum að hafa það í huga, reyna að hafa einhvern í huga sem eiga að segja frá þessari komandi viku. Þennan boðskap. Just think about someone that you need to tell this message to. Hlusta á þetta, því að af náð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki ykkur að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklað sig af þessu. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, that no man should boast in it. Þeir eru búin að átta ykkur þessum boðskap. Þetta ekki ykkur að þakka. Do you realize it's not from your works? Hlustið á versi 10 sem segir við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til að gera hvað? Til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Then you should listen to verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God beforehand prepared that we should walk in them. Þú átt að þessu, þú ert í honum og skapaður í Kristi Jesú. You have to realize you are in Him. You're created in Christ. Hversu nálar getur verið ykkur manneskjöfani í þér? How close can you be if you're in? Það ekki takt, hann í þér, hann stöður í þér sem verkar í þér sem við trúum. He's permanently in you and He works in you because you believe. Og þetta að hann við smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til að gera hvað til góðra verka sem hann hefur fyrirbúið til þess að leggja stund á þau. Sem sagt, hann sýndi okkur Jesú hvað að gera góð verk. Þess vegna fer ég þá út á eftir og geri slíkt í sama. Ekki til þess að neyða fyrir ekki. So he showed us what it is to do good work, so I can go out myself and do the same as He did. Ekki til þess að neyða Guð elska mig, heldur ég að fara út, gera slíkt í sama, af því ég veit að ég elskaður af Guði. I'm not trying to do this so God loves me even more. I do it because I know I'm loved, and that's why I do the good works. Rómarbréf 5:8 segir að meðan við vorum ennþá syndra og dó Kristur fyrir okkur. Romans 5:8 says when we were still in our sins, He died for us.